Í Múlanum í Neskaupstað Matís með starfsstöð og þar verið að vinna að merkilegum rannsóknum nýta rauðátu sem í makríl. Ef vel tekst til, gæti rauðátan orðið ansi verðmæt. Mikið af því sem við erum að gera hér í svona þessum nýsköpunum og rannsóknar sem við erum með hér á staðnum snúa að þessum hliðar straumum úr uppsjávarfiski og einn af þeim fókusum einmitt á makríl. Hvað snýst verkefni sem þið eru sérstaklega núna að vinna að? Það snýst í raun og veru mögulega nýtingu á rauðátu, en hún kemur hérna í land í töluverðu magni yfir sumartímann með makríl, kemur í raun og veru í maganum á henni, á makrílum, og við erum svona að skoða hvort það sé fýsilegt að ná henni út á einhvern hátt og framleiða eitthvað annað heldur en bara mjög lýsi úr henni. En rauðátan, hún fer þá bara að mestu til bræðslu þá núna eða hvað? Já, eins og staðan núna þá hún tekin út með innyflum og þá hún sett í henni hefðbundna bræðslu fyrir og búið til fiskimjöl og lýsi. En hún svolítið týnist kannski svona maglega séð þar inni og við erum kannski ekki ná þeim verðmætum úr henni sem við gætum mögulega verið að ná. Á hvað eru þið þá helst að einblína núna? Hvað þið hægt að nýta rauðátuna í? Við erum aðalega að horfa á lýsisfasann í henni. Hún rík af fjölómettum fitusýrum eins og til dæmis EPA og DHA. En það sem gerir hana einstaklega að einleiti samsetningin á fitunu. En hún í formi vaxestera eða fitualkóla sem þá í raun og veru frábrugðið þessu hefðbundna lýsi. Þannig að hún svolítið öðruvísi. Þetta er svona öðruvísi afurð sem við getum fengið þarna út. En hún líka rík af andóksefni, astaxantíni, sem orðið töluvert eftirsótt í dag. Og þannig að hún hefur ýmislegt sem gerir hana eftirsóknarverða. Þú talar svolítið eins og að þarna leynist mikil verðmæti. Já, við teljum að það gerir það. Hún kemur, eins og ég sagði áðan, í maga makrílsins og þetta kannski ekki mikið magn sem berst per hvern makríl, en þegar við erum að horfa á heildarmagntölunar yfir heila verti þá þetta töluvert magn af rauðátu. Og ef okkur tekst að einangra hana og fanga hana úr þessum straumum sem myndast við vinnslu á makríl, þá þetta töluverð verðmæti sem hægt að skapa. En makríllinn, hann núna að þvælast fyrir vinnslunni svolítið eða ekki? Já, þá í rauðátu vinnslunni? Já, en hann auðvitað nauðsynlegur í þessu eins og staðan í dag, því að hann í raun og veru gerir okkur kleift að fanga rauðátuna á sjálfbæran hátt. Það að við erum að taka rauðátu sem búið að borða eða búið að fanga fyrir okkur. Og þannig að hann í raun og veru nauðsynlegur í þessari jöfnu ef við ætlum svo að vinna hana áfram á þennan hátt. En hvar stendur þetta verkefni núna? Hversu langt þið komin? Við erum búin í raun og veru, við erum komin töluvert á stað. Við erum búin að gera ákveðnar frumathuganir inn á rannsóknarstofunni og búin að skoða þá í raun og veru fýsileikann þar og erum komin núna á töluvert stærri skala. Við erum með stór tæki til þess að reyna að framleiða töluvert magn af þessu lýsi og erum þá í raun og veru í þessari fýsileika könnun í augnablikinu. Hvort það sé í raun og veru fýsilegt að fanga rauðátuna úr þessum hliðarstraumum og hvort við getum svo framleitt úr því og búið til eitthvað sem síðan hæft til manneldis. Og við erum í raun og veru með stórt Evrópuverkefni sem að skoða þetta og við vonumst þess að fá einhverjar góðar niðurstöður annarkvort núna þetta sumar eða þá mögulega það næsta. En hérna í Neskaupstað, það ekki langt í makrílinn? Nei, það alls ekki. Ég held að langstærsti hluti makríl sé unninn einmitt hér á Vesturlandi og við höfum verið það heppin að fá að vinna með framleiðendum hér á svæðinu og þá sérstaklega síðdæðarstunni og erum til dæmis að vinna þetta verkefni með þeim og höfum fengið gríðarlega gott aðgengi bæði að makrílum sjálfum og svo að þessum hliðarstraumum og erum ótrúlega heppin með það. En miðað við meðalvertíð, við erum að tala töluvert mikið magn væntanlega. Já, þó að þetta sé ekki kannski mikið af rauðátu per fisk, þá í hverju skipi kannski 1000–1500 tonn af makríl og þetta vefur svolítið upp á sig yfir heila vertíð þar sem við kannski með allt upp í 30.000 tonn af makríl
að þá getur þetta orðið töluvert magn af rauðátu og getur orðið nokkur 100 tonn af rauðátu sem við getum mögulega þarna fangað og unnið úr og það er alveg töluvert verðmæti í raun og veru sem er í boði.